það að minnast hennar Guðrúnar Kristófersdóttur sem við þekktum nú bara undir nafninu Dúna, sem lést fyrir viku síðan, komin á tíræðisaldur en var í hópi trúfastra kristniboðsvina og tíður gestur hér í salnum og samkomum og við munum oft eftir henni. Dúna var hress kona og ljúflynd og hún var ekki að hafa sig frammi. Hún bar mikla umhyggju fyrir kristilega starfinu, sérstaklega barnastarfinu og sumarbúðastarfinu í Vindáshlíð og líka fyrir starfi kristniboðsins og var krúin áfram af trú sinni og sannfæringu. Við þökkum Drottni fyrir hana sem einn af mörgum trúum þjónum sem hafa orðið þess valdandi að fagnareyrindi hefur náð langt út í heim. Við skulum rísa á fætur og minnast hennar. Drottni, við þökkum þér fyrir að þú gafst okkur hana Dúnu, þökkum þér fyrir langa og góða ævi og trúmennsku við þig og traust á þér og ástinn sem hún bar með lífi sínu. Blessaðu minningar hennar, hugga þú alla ástinni og vertu þeim nálægur. Í Jesú nafni. Amen. Já, textin okkar í kvöld úr Rómverjabréfinu. Það 13. kaflinn og 3 vers frá 8 til 10. Það sem talað skuldir, kærleika og lögmál. Skuldir ekki neinum neitt, nema það eitt að elska hvert annað, því að sá sem elskar náunga sinn hefur uppfyllt lögmálið. Boðorðin, þú skalt ekki drýja hór, þú skalt ekki morðfremja, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki girnast, og hvert annað boðorð innifalið í þessari grein. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfa þig. Kærleikurinn gerir ekki náunganum mein. Þess vegna kærleikurinn uppfylling lögmálsins. Við vorum minnt á það á samkomnum daginn að við erum í þessum versum í 13. kaflanum komin í seinni hluta Rómverjabréfsins. Páll notar fyrstu 8 kaflabréfsins til að útskýra grundvöll trúarinnar, kenninguna, 9., 10. og 11. til að útskýra nýja stöðu Ísraels og svo 12. kaflan og út 16. kafla hann að fjalla það, meðal annars hvernig við getum lifað sem kristnir einstaklingar í þessum heimi. Og þar á meðal eru þessi orð kærleikann sem byrja þessu að skulda ekki neinum neitt. Annað en að elska hvert annað, svo við erum sjálfsagt öll búin að brjóta þetta meira og minna. Það erfitt að kaupa sér hús og jafnvel bíl á Íslandi á þess að fara þessa leið að skulda einhverjum eitthvað. Þannig að við verum að treysta því að Drottinn vilji það með násinni. En það alltaf að skulda eitt og það að elska. Að skulda öðrum kærleika og við mögum gjarna skulda nóg af honum, segir í þessu versi. Og það megum við biðja Drottinum að verði aðal skuldin okkar, það að sýna öðrum kærleika. Þetta náttúrulega neikvætt að skulda ekki neinum neitt. Þannig byrjar þetta, en kemur síðan út þannig að við megum skulda öðrum það að elska viðkomandi. Þannig kærleikur vill skulda sem mest og í raun og veru aldrei nóg með að hafa greitt það sem greitt hefur verið og leið verður þessi skuld að elska aðra að blessum í lífi þess sem að reynir að greiða þessari miklu og stóru skuld. Þessi texti og lögmál og kærleika vekur margar spurningar og það sem að Páll er að tala hér það að við getum uppfyllt lögmálið en aðeins með því að elska. Og við getum spunnið út frá þessu og velt fyrir okkur ýmsum kenningum og kannski farið að halda í það að við getum fundið hjálpræðisleiðina með því að halda lögmálið.
gera það sem lögmálið segir. Nú, Páll tekur dæmi nokkur boðorð sem snerta daglegt líf okkar, boðorð kynlíf og hjónaband, eignir og gild, sem öll má færa undir þetta eina að elska náungan eins og sjálfan sig. Því að þetta stóra og mikla kærleiksboðorð inniber allt sem að í raun og veru hægt að segja það hvernig við erum að lifa í þessum heimi. Og ef við brjótum boðorðin, eða þessi boðorð sem snúa náunganum, þá erum við að brjóta kærleiksboðorði gagnvart náunganum. Og ef við brjótum fyrstu 3 boðorðin sem snúa að Guði, þá erum við að brjóta boðorðið það að elska Drottinn og hafa ekki neinn annan Guð en hann. Ég var að kenna hérna daginn í biblíuskólanum, svo það er ágætt að rifja aðeins upp fyrir þau ykkar sem voru þar sem ég talaði aðeins lögmálið og fagnareindið. Það eru svona lykilhugtök í lúterskri guðfræði og lúterskri boðin að tala það að annars vegar þá starfar Guð í gegnum orð sitt þannig að það virkar sem lögmál og hins vegar sem fagnareindið. En í lúterskri hefð svona talað gjarnan þrenns konar notkun lögmálsins. Í fyrsta lagi þessi almenna og borgaralega sem eru þau lög og reglur sem gilda í sérhverju landi til að handla skikkan á okkur ólíðnum borgurum. Önnur notkun lögmálsins þessi andlega og aðal tilgangur þeirrar notkunar að afhjúpa syndinni í lífi okkar til þess að við sjáum að við höfum þörf fyrir frelsara. Og þriðja notkunin, hún snýr í síðan að því hvernig við getum nota lögmálið sem leiðsögn í lífinu. Reyndar ekki allir lúterski guðfræðingar hrifnir að þessu þriðju notkun svokölluðu, vegna þess að það svo stutt í það þegar við tölum lögmálið að við leiðumst inn í lögmálsréttlætinguna. Og það náttúrulega alltaf hættan að við gerumst lögmálsþrælar og sjón okkar beinist frá Jesú yfir á okkur sjálf. Og lögmálið, samkvæmt annarri notkun eða andlegri notkun sinni, beinir sjónunum að okkur vissulega og það á það að gera. Því að við þurfum á því að halda að orð Guðs tali þannig til okkar að það afhjúpi brot okkar, því það eru fleiri brotlegir og með bresti heldur en Halldór sem að stekja fram í upphafi samkomunnar. Það erum við öll. Og það eru margir brestir og mörg brot í lífi okkar sem að Guð vill fyrir orð sitt og fyrir heilagan anda afhjúpa, opinbera og sýna. Og þannig virkar heilagur andi, hann sannfærir okkur synd þegar lögmálið talar til okkar og inn í hjarta okkar og snertir okkur. Og við þurfum ekki bara einu sinni, heldur í raun og veru aftur og aftur og vera minnt á það að við erum eins og þurfamenn frammi fyrir Guði. Við höfum ekkert fram að færa. Allt sem að við eigum og höfum og býr í okkur sjálfum litað af synd. Og það engin von fyrir okkur ef við ætlum að feta þessa leið lögmálsins, ef við ætlum að standa okkur, ef við ætlum að vera nógu góð. Frammi fyrir Guði, þá það bara ófær leið. Enginn getur frelsað sig sjálfur og enginn getur frelsast eftir þessari leið lögmálsins. En lögmálið þarf að fá að hljóma og þarf að snerta mig og þarf að tala til mín og þarf að fylla mig að syndaleið og syndasekt svo ég sjái það að ég þarf á einhverju öðru að halda sem kemur mér út úr þessum ágöngum. Og þar kemur hin hlið orðs Guðs sem fagnareindi til okkar og boðar okkur náð og fyrirgefningu í Jesú Kristi. Vegna þess að hann fyrir okkur dáinn á krossinum, hann upprisinn vegna okkar synda og vegna okkar réttlætis sem hann tilreiknar okkur og gefur okkur og færir okkur í kærleika sínum. Og við þurfum á lögmálinu að halda til að sjáum það að við þurfum á Jesú Krist að halda. Og við þurfum að vera minnt á lögmálið aftur og aftur til þess að við höfum það á hreinu að við getum ekki byggt á neinu í okkur sjálfum. Við höfum ekkert fram að færa.
Og traust okkar þarf að vera á einhver öðru sem utan okkar sjálfra. Og það eina sem við getum sett traust á Jesús Kristus sjálfur. Fagnaðareindi snýst hann. Og það fagnaðareindi sem frelsar okkur en ekki lögmálið. En til þess að fagnaðareindi ljúkist upp fyrir okkur, til þess að við skiljum dýptina í því og dýptina í kærleika Guðs, þá þarf lögmálið líka að fá að hljóma. Til að afhjúpa okkur, til að tifta okkur til Krists eins og sagt til að reka okkur þangað sem hjálpina að fá. Og síðan þarf fagnaðareindið að vera það sem við höldum í. Orð Guðs sem boðar okkur náð, sem boðar okkur fyrirgefningu, sem boðar okkur uppgjöf saka, sem boðar okkur það að við erum réttlætt í Jesú Kristi. Og það réttlætt okkur gefið, það okkur tilreiknað, aðeins að við eigum það skilið. Og þetta hlutverk orðs Guðs og þetta hlutverk lögmálsins í lífi mínu og í lífi þínu. Og þetta þarf að fá að vera hlutverk lögmálsins hjá okkur. Og Jesús talaði það að ekki þurfa heilbrigðir læknisvið, heldur þeir sem sjúkir eru. Og það ekki nóg að vera sjúkur, en maður fer ekki til læknisins og heyrir það ekkert að maður sé sjúkur. Fólki getur liðið illa, það getur hugsað með sér að þetta ekki neitt og það heldur áfram og það því líður áfram illa. Og það fer aldrei til læknis. Og það heyrir þar að leiðandi aldrei sjúkdómsgreininguna, sem eins og lögmálið, sem að sjúkdómsgreinir okkur sem syndara. Og af því að það heyrir aldrei sjúkdómsgreininguna, þá leitar það sér aldrei lækningar, fer aldrei fram á eða kaupir lyf, eða fer ekki neina meðhöndlu sér til hjálpar og lækningar, af því það horfist ekki augu við það að það væri að glíma við sjúkdóm. Og eins það með fagnaðareindið og lögmálið, við þurfum að átta okkur á því að við þurfum á Jesú Kristi að halda. Ef að drottni fær ekki að dæma okkur með lögmáli sínum, þá sjáum við ekki þörf okkar fyrir Jesú Krist. Eða að við verðum hálfblind og við missum sjónar af því hvað mikils virði það fyrir okkur og nauðsynlegt að halda í Jesú Krist, að treysta á hann í öllum aðstæðum lífsins og eiga hann sem okkar einustu von. Og þetta bara mjög svipað og sá sem fer til læknis og hann fær úrskurð og læknirinn segir, já, þú bara dauðvona sýnist mér. En það til lækning, það til lyf, það til meðferð. Það fagnaðareindið. Og þá stendur sjúklingurinn frammi fyrir því hvort hann vilji feta þessa leið og setja traust sitt á orð læknisins og það sem hann hefur fram að bjóða eða ekki. Og eins með lögmálið, það þarf að fá að tala til okkar sem við sjáum að við eigum okkur enga von án Jesú Krists. Og hann þarf að vera vonin sem við höldum í bæði lífi og dauða. Þetta þessi grundvöllur eða þessi notkun lögmálsins í lífi okkar sem grundvöllurinn fyrir því að við treystum fagnaðareindinu. En það ekki lögmáli sem frelsar neitt, það fagnaðareindið. Því að það gæska Guðs sem leiður okkur til iðrunar. Vegna þess að kærleikur og gæska Guðs lýst upp fyrir okkur, þá sjáum við það að við þurfum að sannleika að iðrast og snúa okkur til Jesú og varpa okkur í kærleiksfam hans. Og svo komum við að því, hvernig eigum við þá að lifa? Og ýmislegt hefur verið sagt í gegnum tíðina það. Jesús, hann barðist við það, Páll barðist við það, Lúther barðist við það og ýmsir sem hafa boðað trúna á Jesú Krist og náð hans hafa barðist við það að þeir hafa verið sakaður það að lögmálið skiptir engu máli að þeirra mati. Og nú getur fólk bara að haga sér eins og það vill. Og þessi hugsun kemur oft upp og það grunnt á henni líka í íslenskri guðfræði held ég að við getum bara að lifa eins og við viljum. Náðin sé svo mikil. En við þurfum að lifa þessu nýja lífi á réttum forsendum. Ekki til þess að ávinna eitthvað, ekki til að vinna okkur inn eitthvað nýtt hjá Guði,
heldur vegna þess að við erum kölluð til þess og að það er andsvar við þeim kærleika sem við höfum mætt í Jesú Kristi. Og það er það sem er mjög mikilvægt að gerist og við leyfum að gerist í lífi okkar. Við höfum ekki leyfi til að synda upp á náðina eins og sagt hefur verið og er nú kannski bara tómt bull að nota það orð. Það er að segja að synda og hugsa sér svo, ég get bara haga mig svona og gert þetta því að Guð fyrirgefur mér. Ef þetta er hugsunarhátturinn hjá okkur, þá höfum við einhvern veginn flagst í villu og ég höfum ekki skilið dýptina í kærleika Guðs og hvað Jesús var að gera með því að útlæta sína eigin blóði okkar vegna. Og við höfum ekki skilið hvað syndin er alvarleg og hvað hann getur skemmt mikið í lífi okkar og í lífi annarra og eyðilegt samband okkar við Guð. Lúther hefur sagt margt mjög gott og gefið okkur skýra línur í mörgum málum eins og þetta með lögmálið og hragnarendið. Og í bókinni góðu verkin sem kom út fyrir einhverju 41 ári síðan og er nú uppselt, fer Lúther svolítið í þetta. Hvernig eigum við að hugsa boðorðin í okkar daglega lífi og hvernig getum við notað þau sem hjálp fyrir okkur sjálf á réttum forsendum. Og þetta er höll og góð lesning fyrir alla sem að geta lesið. Hann sagði það að ef að menn eru uppteknir af tilganginum, það er að segja þeir væru að sýna öðrum kærleika til þess að koma einhverju til leiðar fyrir sjálfa sig, þá eru menn búin að missa sjónar af því hvað góðverk snúast og í raun og veru eru góðverkin búin að missa gildi sitt. Og það er aðeins með því að við vinnum góðverk, að við elskum í hreinum kærleika, að það verði mönnum til hjálpar og Guði til dýrðar. En við þurfum líka átt okkur á því að við elska okkar er aldrei fullkomin. Hún verður aldrei fullkomin hér á jörð. Elska okkar er alltaf með bresti í sér. Og engu að síður er kærleikur okkar og góðverk Guði þóknanleg, ekki vegna þess að við fullkomin heldur vegna Jesú Krists og vegna trúarinnar og vegna þess að náð Guðs er yfir okkur og yfir lífi okkar og yfir verkum okkar. Sá sem að á náðugan Guð, eins og við eigum í trúna á Jesú Krist, hann getur unnið náðug verk. Og Lúther gengur í raun og veru svo langt að segja að ef að við trúum ekki, þá eru í raun og veru öll okkar góðu verk til einskis þanniglega séð. Þau eru ekki eiginlega góð verk, þau eru eigingjörn verk. Þetta er kannski flókið að skilja. En Lúther er svo upptekinn að því að færa fókusinn á Guð og á Jesú. Og það sé það sem við höfum að byggja alltaf á, það er það sem við höfum að horfa alltaf á, það er það sem við höfum að trista alltaf á. Og aðeins á þeim forsendum getum við raun og veru lifað réttu, kærleiksríku lífi á réttum forsendum. Vegna þess að þá erum við undir náðinni og lifum í þessu réttlæti sem að Guð hefur gefið okkur og rétt að okkur. Það að breyta eftir lögmálunum og elska náungan er í raun og veru tilgangur lífsins fyrir okkur sem erum kristin. Í Efesusbréfinu í 2. kaflanum skrifar Páll: Við erum smíð Guðs, sköpuð í Kristi Jesú til góðra verka, sem hann hefur áður fyrirbúið til þess að við skildum leggja stund á þau. Þau góðu verk sem að við erum kölluð til þess að sýna eru þau góðu verk sem Guð hefur sýnt okkur í boðorðunum og kallað okkur til þess að vinna, og það er tilgangur lífsins að elska náungan, honum til hjálpar og Guði til dýrðar. Og það gerum við af því að það er köllun okkar, það er hlutverk okkar, ekki af því að við sjálf grænum neitt á því. Því það er í raun og veru ekki við sem grænum á því heldur náunginn. Og við getum jafnvel tapað á því að það að sýna öðrum kærleika getur kostað þjáningu og þrautir.
enda erum við að elska náungan hans vegna og Guði til dýrðar en ekki okkar vegna. Fyrsta boðorðið það að við að ekki hafa aðra guði. Og Lúther útskýrir öll boðorðin þannig við umfram allt að elska Guð. Og það á að stýra öll okkar lífi að við elskum Guð. Það stýrir því líka að við elskum náungan. Og Lúther segir hér hygg ég að Guð heimta mér og kenni mér traust á honum í öllum hlutum. Æðra öllum boðorum, fyrst verður að trúa. Trúin gefur öllum hinum gildi. Góðverk skortir gildi ef við erum ósátt við Guð, vantrúuð og guðlaus. Svo segja að seinna þess vegna þurfum að æfa okkur í trúnni. Að trúa því að Guð sé okkur náðugur og taka náðar og huggunar biblíunar til okkur og fara með aftur og aftur og minna okkur á þau. Og þannig að æfa okkur í trúnni. Láta orði tala til hjartna okkar aftur og aftur. Og síðan segir hann á sama hátt að þurfum við að æfa okkur í góðum verkum. Vinna verk að boðorðana og þannig höfum við nóg verk að gera alla ævi. Í trú og bæn, í lókir og hlýðni og hógværð. Og svo undirstrekar að það að hann sé ekki að banna góð verk þvert á móti. Það líf okkar, það köllun okkar. Bæði trú og verk verða að eiga sér innra gildi í trú hjartans. Í þar sem að einlægni gagnvart Guði ráðandi líf okkar. Það lítið gagn í því að gera eitthvað í einu ytra ef hjartað fylgir ekki með. Og hjartað okkar þarf að vera hjá og í Jesú Kristi. Og heilagur andi þarf að fá að leiða okkur áfram til þeirra kærleiksverka sem hann vill að við vinnum hvert og eitt. Og við erum kölluð til þess að íklæða okkur kærleika. Það á að vera í raun og veru þau klæði sem við klæðum okkur í andlega talað á hverjum degi. Íklæðist kærleika, miskunnsemi, meðaumkun. Þetta köllun okkar fyrir daglegt líf, þetta tilgangur lífsins, að því við eigum Jesú Krist sem drottinn okkar og frelsara og við erum kölluð til að láta hann stýra hjarta okkar og þar með tungu okkar og líka verkum okkar. Kærleikurinn gerir engum mein, segir í síðasta versunum. Þar sem kærleikurinn ræður, þar allt eins og það á að vera. Og það þarf að vera kærleikur á réttum forsendum. Á forsendum Guðs, á forsendum náungans og unnin honum til dýrðar. Þannig uppfyllum við lögmálið. En lögmál engu að síður ekki neinn hjálpræðisleið. Náum aðeins að uppfylla lögmálið. Vinna þau verk sem lögmálið kallar okkur til. En byggjum drottinn að gefa okkur kærleika sinn sem hluta ávexti andans og leifum heilagum anda að tala til okkar. Lögmálið minnir okkur á að við þurfum á Jesú að halda og hjálpar okkur í þeirri leið að iðrast svo við lifum á braut kærleikans frá degi til dags. Við skulum biðja saman. Og við þökkum himneski Faðir fyrir orðið þitt sem að minnir okkur á náð þína og miskunn og kærleika. Minnir okkur á það að við erum þín, við erum að lifa í þér og þú átt að fá að leiða okkur áfram í önnum daglegs lífs okkar, í umgengni okkar við náungan, að kærleikur þinn fylli okkar þannig að líf okkar sé þér til dýrðar og þannig vitnisburður náð þína og kærleika þinn. Við vitum að drottinn við öll brugðist og bregðumst aftur og aftur. Kærleikur okkar ófullkominn, verk okkar ófullkominn, en það þú sem gerir þetta fullkomið í þér. Við þökkum fyrir náð þína sem að þú breiðir yfir líf okkar allt, sem þú breiðir yfir verk okkar og kærleika og skort og kærleika. Og við þökkum fyrir það að við megum setja alfarið traust okkur á þig, að þú ert frelsar okkar, að þú fyrirgefur okkur og þú einn ert von okkar. Og við þökkum fyrir það að við þurfum ekki að setja traust okkar á okkur sjálf,
og vinna einhver verk til þess að vinna okkur eitthvað inn hjá þér. Gef okkur skýra sýn og trausta trú á þér og blessa okkur á göngunum með þér á hverjum degi. Við biðjum að þú blessir kristniboðsstarfið allt, bæði það sem unnið er hér heima til kynningar og boðunar og það sem unnið er út í Eþíópíu og Keníu og Japan, í Kína og í Miðausturlöndum. Við minnum þig á þetta fólk sem við sáum myndirnar á í kvöld, í Pokot í Keníu, minnum þig á vandamál þessa fólks, minnum þig á að þú komið til þeirra með þína hjálp, minnum þig líka á þennan stóru hóp prédikara sem eru bráðum að ljúka námi. Vilt þú Drottinn nota þennan góða hóp til þess að ná lengra út með fagnarerendi til nýrra staða, til þeirra sem hafa ekki ennþá fengið að kynnast þér og taka við náð þinni og fyrirgefningu vegna þess að hafa heyrt fagnarerendi um þig. Blessaðu starfið áframhaldandi, gefðu þeim visku sem bera starfið uppi. Við minnum þig á Wilson sem er presturinn í Separeria, minnum á Samson biskup og Samson sem er niðri í Kongulai og alla hina Drottinn sem að berjast trúarinnar góðu baráttu frá degi til dags. Láttu ríkið þitt vaxa og koma, svo við getum öll fengið að mæta þér þegar það er að kemur í himni þínum. Svo biðjum við saman, Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni, gef oss í dag vårt daglega brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldarar. Eigi leið oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin